Hér erum við komin í heldur betur góðan félagsskap og með að borða. Græna kompanið í Grundarfirði. Það eru þessar 3 stöllur sem standa baki því. Allar koma úr sikur áttinni og eitthvað. Við skulum heyra í þeim hvernig stendur á þessari frábæru bóka, hannyrða, búð og kaffihúsi. Ég kann ekki að setja þetta. Heyrim í þeim. Ef ég skildi rétt þá þekktust þið ekkert mikið á undan en höfðuð allar áhuga á að opna einhvers konar búð, bókabúð, handavinnubúð og kaffihús og ákveða að slá þessu saman. Er þetta rétt hjá mér? Já, þetta er... Hvað er þetta? Spyrja þú? Ég byrja. Já. Ok, ég sem sagt var lengi búin að dreyma um að opna hannyrðabúð. Kannski ekki alveg strax þar sem ég er með lítil börn. En svo í haust að þá kallar Lilja okkur nokkrar á fund og vildi ræða eitthvað. Og ég leiði, já, ok. Og þá sem sagt nefnir hún þetta. Ég hef unnið á kaffihúsum eiginlega frá því að ég byrjaði að vinna, 15 ára. Það hef ég verið á einhver svona í veitingahúsa, kaffihúsa brasi, bara sem launþegi. Og svo flytti ég hingað og þá var þetta dásamlega kaffihús, það sem Sögumiðstöðin er núna, sem samanstóð af safni, kaffihúsi og bókasafni og mér fannst það konsept æðislegt. Þannig að þegar það lokaði, þá einhvern veginn var svona gat í Grundarfirði og þá fór ég að einhvern veginn að láta mig dreyma ennþá meira um að kannski væri markaður fyrir þetta hér. Og Signý kemur svo inn í þetta fljótlega eftir áramót. Hennar áhugasvið virðist liggja voðalega víða. Ég hef stundum sagt að sko Karítas getur fullt og ég get fullt. Og Signý getur það sem við getum ekki og allt á milli. Þið eru allar að gera eitthvað annað, voruð að gera eitthvað annað áður og eruð að gera eitthvað annað, eruð að vinna annað samhliða? Já, í rauninni sko, þetta fer alltaf bara af stað, þetta verkefni, þetta fer á fullt eftir áramót. Og við fengum einmitt afhent 1. mars, náðum að skvera húsnæðið allt á 20 dögum og opna. En við erum allar að vinna aðra vinnu. Og þú varst að tala að við hefum kannski ekki endilega þekkst mikið áður. Ég er náttúrulega þekkti Karítas, við vorum að vinna saman upp í grunnskóla. Signíu þekkti ég eiginlega lítið sem ekkert. Ég hafði nokkru sinnum talað við henni, ég hitt hana á málverkasýningu í Grundarfirði í fyrra. Græna kompanið, græna þetta orð, þú veist, eins og þið sjáum málverkið á veggnum sem við fengum Ingu í næsta húsi sem er listmálari, fengum hana til að mála. Þú veist, grænt það þýðir bara gróska. Þú veist, við hittumst á listsýningu hennar Ingu í Grundarfirði. Þannig að þú veist, þetta er svona okkar framlega kannski til bæjarins, bækur, garð, hannyrðir, þú veist, menning. Staður sem er opinn og hægt að koma á alltaf. Gott andrúmsloft. Svona innan skynsamlegra marka. En það sem maður sér svo mikið fyrir sér er bókabúð og garnabúð, handavinnubúð er eitt, en að geta sest niður yfir því, þú veist að mér finnst það líka svo margir möguleikar þar, þú veist, bæði á námskeiðahaldið einhverju öðru, hafið þið eitthvað hugsað það, þú veist, vera með einhverja, Já, fyrsta námskeiðið hefst í næstu viku. Sko? Byrjanda námskeið í Prjóni. Já. Ég er búin að skrá mig, ég veit ekkert garn sko. Ég er að segja ykkur það, þetta er opinberun. Ég veit ekkert hvað ég er að selja inn í þessu herbergi sko. En þú ætlar að standa vaktina Ég ætla að læra inn á það og ég skal. En ég er búin að skrá mig að byrjandanámskeið. Já, vel gert. Takk. Og frábært. Og eru fleiri búin að skrá sig eða verður þú að kenna henni yfir? Já, það eru nokkur búin að skrá sig. Vonandi. Ég veit ekki bara einn. Nei. Það er innifalda veitingar og svona. Ég er með þetta dýrindiskaffi hérna í bolla. Þið eru með eitthvað sérstakt kaffi? Já. Við erum með kaffi sem heitir Honest og kaupum það hjá CCEP sem var gamla Coca-Cola Vífilfell. Þetta er lífrænt Fairtrade vottað kaffi frá Perú og er svona ryðja sér til rúms á Íslandi. Þetta er ekki víða og við erum eitt af fáum kaffihúsum á landinu sem bjóðum upp á þetta kaffi. Já, það ekki? Nei, þetta er mjög gott kaffi, alveg virkilega. Og finnst ykkur ekki gott? Við drekkum ekki kaffi. Þið drekkið ekki kaffi? Nei, ok. Það er eitthvað, byrjuð þú ert að skráða á prjónanámskeið. Já. Hvernig væri, þarftu ekki að fara á kaffinámskeið þá? Signý
Signý hérna, hún tók þetta út fyrir okkur og prófaði að drekka kaffi í viku. Já, ég drakk kaffi í viku og svo lauk ég því bara. Ég var mjög víruð og það jókst kvíði hjá mér þannig ég ákvað bara mínu kaffisambandi lokið. Þetta er alveg fínasta kaffi sem ég kaffi. Það eykur kvíða. Já, en já, sem klippa þá. Nei, ekki klippa Nei, það var bara fyrir mig. Mennistu dæmi. Og aðrar veitingar, annað en þetta góða kaffi, þið eru með hérna alveg hnausþykkar rjómatertur sig og eitthvað. Ekki eru þið að baka þetta? Jú, við nefnilega bökum þetta allt. Já, það var laglegt. Þannig að heima, þetta er svona alveg orginal kaffihúsa veitingar. Þetta er eins og að koma í erfidrykki hjá kvenfélögum. Það er allt heimabakað. Það er mjög kusli. Já, ef að þetta selur ekki, þá veit ég ekki hvað ætti að selja. Já. Erfidrykki og vírakaffi, þetta er bara steinleikur fyrir. Þetta ekki. Það er allir rosalega hressir en það er bara kaffið og kaffi og veitingar. Já, mér líst vel á þetta. Ég hef eftir að heimsækja ykkur í sumar.